Þetta er smári nýráðinn þjálfari Njarðvíkur. Hvernig bara svona, já, hvernig bara, ég byrja bara á því hvernig leggst verkefni í þig? Leggst bara gríðarlega vel í mig. Ég er búinn að finna fyrir óbúslega miklum krafti frá stjórn Njarðvíkur og vonandi verður næsta skref bara að finna mikinn kraft frá leikmönnum Njarðvíkur. Þannig að ég er bara virkilega spenntur fyrir verkefninu. Þurftir að eyða mörgum orðum í að samfara þig? Þetta tók langan tíma, ég skal alveg viðurkenna það, en það eru aðrar ástæður fyrir því heldur en það að ég hef ekki haft virkilega áhuga á verkefninu. Ég hef mikinn áhuga á verkefninu og bara hrikalega gott lið sem náði virkilega góðum árangri í fyrra. Þannig að ég held að með þann kraft sem ég hef fundið hingað til frá stjórn félagsins og þau orð sem að hafa hér verið sögð á þeim samtölum sem við höfum átt, þá bara er ég mjög bjartsýnn á framhaldið. Hvernig bara svona, já, ertu búin að tala eitthvað við, að heyra eitthvað í hópnum eða ertu bara svona, að byrja bara í dag? Já, ég er raun og veru bara að byrja í dag. Ég reyndar kom hérna á fund fyrir einhverjum 3 vikum síðan og síðan hef ég ekki komið hérna, alveg farið bara í gegnum síma, en ég er bara fyrst að hitta nokkra leikmenn hérna núna og reyndar rignir á mig skilabóðum frá leikmennum bara núna í gegnum Messenger, þannig að það er bara gaman og bara gríðarlega spenntur fyrir þessu og verður bara gaman að byrja fyrst æfinga á morgun og bara áfram gakk. Svona kannski þá fullsnefnt að spyrja hvernig hópurinn leggst í þig? Já, ég meina með að árangur síðasta tímabils þá leggst hann bara greiðarlega vel í mig. Það var óbúslega skemmtilegu fótboltaspilaður hérna og það er eitthvað sem við ætlum að standa fyrir áfram og auðvitað leggja mikið upp úr því að reyna að halda sömu leikmönnum og halda sama hópi. Ég held að annað væri galið að ætla að fara í allt og mikla breytingar. Ég held að þessi hópur hafi sýnt að það vantaði ekki mikið upp á í fyrra og kannski svona þegar ef við getum orðað það sem stóru leikirnir komu og þá svona aðeins hefðu við þurft að fá meira, við hefðu þurft svona að stækka við tilefnið og ekki bara sem lið, heldur líka sem félag. Ég held að við þurfum aðeins að njóta þess þegar við fáum þessa svokölluðu úrslitaleiki, það er þessi leiki undir lok móts, að þá stækkum við en við gerðum það ekki fyrra, eða Njarðvík gerði það ekki fyrra og við ætlum okkur að gera það núna en auðvitað er hérna fyrsti leikur í móti og næstu leikirnir þar á eftir sem að skapa það hvort við getum fengið að upplifa þessa stóru leiki og það er bara það sem fókusin er hjá mér núna, það er að byrja mótið vel og auðvitað að æfa vel, það er náttúrulega fyrst og fremst byrjunin að æfa vel og leggja allt í undirbúningstímabilið og svo að byrja mótið vel, það er klart mál. Hvaða svona kröfur leggurðu til, bæði bara stjórnar og leikmanna? Ég legg náttúrulega bara gríðarlega mikla kröfur fyrst og fremst á sjálfan mig og svo legg ég kröfur á leikmenn og kröfur á stjórnina og hvaða kröfur það eru þetta bara að við sköpum ákveðið identity sem með vinnuframlagi og það er svona fyrst og fremst það sem að mín lið hafa yfirleitt staðið fyrir, það er að við leggjum allt í sölurnar fyrir hvern einasta leik og til að byrja með í hvert einasta moment, í hvert einasta návi og það er það sem ég vil að liðið mér standi fyrir og bara þessi grunngildi í fótbolta að við séum með þau alltaf á kristalltæru, það er það sem ég vil sjá frá Njarðvíkurliðinu ofan á þennan góða fótbolta sem var spilaður auðvitað í fyrra. Þú svo nefnir alltaf bara, já, liðin hafa verið þekkt, liðin sem voru verið, þeir eru öll verið þekkt fyrir það hlakkar einhver til að spila móti þeim. Þú mæntilega vonast til að gera svona Njarðvík að svona, já, svipuðu svona vígi? Já, auðvitað einhvers staðar skapast þetta og hvort það komi frá mér eða æfingarkúltúrum, það verður kannski einhverjir aðra dæmi það en það er vissulega rétt hjá þér að mín lið hafa svona oft verið svipkennt og oft verið svipuð og mögulega verður það hér í Njarðvík en auðvitað er það líka þannig að Njarðvíkurliðið er óbúslega vel spilandi lið og ég er svo sem búinn að koma inn á það áður að liðið stóð sig óbúslega vel í fyrra með kringum 2,5 mark skorað í hverjum einasta leik og fengu fæst mörk á sig í deildinni, voru með sterkasta heimavöllin og þannig að það er ákveðin gildi hérna sem hafa verið virkilega góð og við þurfum að vera fókusur á að ná að halda þeim áfram og það er eitthvað sem að ég vil alls ekki missa úr félaginu og þannig að ég þarf að vanda til verka hvað er sem við ætlum að standa fyrir því að við ætlum ekki bara að standa fyrir einhvern alvöru kallabolta, við ætlum líka að standa fyrir góðan fótbolta. Njarðvíkingar voru náttúrulega mjög nálægt í að fara bara upp í fyrra eða síðasta sumar og reyni bara í baráttu alveg fara í loka leik. Sérðu svona fram á að kannski svona næsta tímabil sé kannski tækifæri til að stíga þetta auka skref og enda þá kannski mögulega bara ofar? Já, ég held við þurfum bara allir að anda inn og vera rólegir. Þetta snýst þetta fyrst og fremst það að ná eins og ég sagði á. Við þurfum bara að æfa vel og við þurfum að samstilla okkur og við þurfum það er ekki gefins þó við höfum staðið okkur vel í fyrra að það sé átómatist að við höldum sama hóp
og að ég kom hérna að við munum ná þessum sama árangur, en auðvitað það klárlega markmið, en við mögum bara ekki taka of stór skref í einu. Þetta snýst bara það að við þurfum að byrja að æfa almennilega og æfa eins og menn og svo þurfum við að byrja vel í mótinu og ég held bara að við verum að vera algjörlega fókusur á það að það bara einn leikur í einu. Það ekki sjálfgefið að enda þarna á toppnum, en auðvitað veit ég þá og með það bak við eyrað að það munaði bara 2 stigum á þessu og ég held við höfum verið með eða Njarðvík hafi verið með betri markatölu. Þannig að það munaði gríðarlega litlu og það svona skiptir hver einasti leikur máli og ég held að það sé kannski það sem að leikmenn og við sem lið sem Njarðvík að við þurfum að taka með okkur inn í næsta mót að hver einasti leikur skiptir máli. Það verður auðvitað mikið að jafntöflum í fyrra og kannski þurfum við mögulega að taka einhverja sjensa þegar við erum inn í þannig stöðu, en enn og aftur, það verður ekki gefins að enda aftur þarna og við þurfum að leggja gríðarlega hart á okkur, við þurfum að leggja harðar á okkur heldur en við gerðum í fyrra, þráttur við höfum gert það, að því að við gert það mjög mikið lagt á sig hérna og oft á tíðum góðir leikir, en eins og við sáum í fyrra þá munaði litlu og það skiptir gríðarlega miklu máli að hver einasti leikur inn í hausnum á okkur sé úrslitaleikur, við þurfum að spila þannig og það er það sem skiptir máli. Það kannski aðeins leikmannahópinn síðan, það eru lykilmenn sem eru að reyna út af samningi eins og Arnar markmaður, Sigurður Már í Hafsend sem spiluðu gríðarlega vel núna allan að síðustu 2 ár í þessu uppbyggingu hjá Njarðvík. Sérðu fram á að mögulega missa annað þeirra eða einhvern eða hvernig sérðu ykkur breytingar? Já, ég auðvitað veit að því að þeir eru samningslausir og auðvitað Arnleifur líka sem að hérna eru auðvitað samningsbundin Skaganum og ég veit að því að þessi leikmenn eru ekki núverandi á samning hérna, en eins og ég sagði á hann, auðvitað fókusun að reyna að halda sama hópa og við vorum með í fyrra og þessi leikmenn spiluðu stóra rullu og draumurinn væri að halda þeim öllum, það klárt mál. Mér er einhverja sögursarnir heyrst að þú mögulega einhverjir fylgi mögulega frá vestra, Eiður Aron verið nefndur sem dæmi, þú hefur eitthvað heyrt í honum eða eitthvað svoleiðis sem kannar mögulegan á því hvort hann vilji taka sensin að taka slaginn með Njarðvík? Ég hef bara ekki talað við neina leikmenn það að koma með mér hingað í Njarðvík, þannig að nei, ég er bara ekki komin svo langt. Ég ætla bara fyrst og fremst að leggjast yfir hópinn hjá hérna Njarðvík og sjá hvar við getum bætt okkur og eins bara að sjá leikmennum hverjir það eru sem eru tilbúin að leggja allt í sölunda til að taka næsta skref og svo bara fer ég í það að skoða hvar við getum sótt sterka leikmenn en auðvitað alltaf áhuga á sterkum leikmennum. Þú sjálfur alltaf, það hérna þetta búið að vera langur aðdannandi að þið kom í Njarðvík, varstu svona býð eftir að besta og svona allir sá kapall myndi svona spilast út? Já, ég var auðvitað búinn að vera í viðræðum við annað félag í eitthvað tíma, félagið Efsdeild, en auðvitað var það markmið að reyna að vera í Efsdeild. Ég skal alveg viðurkenna það, en Njarðvík sótti mjög fast að mér ásamt líka einu öðru félagi sem ég hef ákveðna tilfinningar til og það var alveg pínu erfitt að segja nei við þá, en Njarðvík ég hér og hér ætla ég að vera og hér ætla ég að leggja allt í sölunum á árangri. Það eru svo sannarlega spennandi tímar framöndan í Njarðvík. Já, ég hef fulla trú á því að við getum lagt allt í sölunum sem félag og við getum tekið næsta skref, en til þess þurfum við líka að hafa að við má sletta all hands on deck og við þurfum að fá alveg stuðning frá okkar fólki hérna og við þurfum að halda áfram að vera með gríðarlega sterkan heimavöll og það það sem við viljum standa fyrir og við þurfum að fá stuðning, við þurfum að fá alla með okkur í þetta og þá getum við náð árangri. Það rétt. Takk fyrir.